þannig, já, það sem ég gerist í raun og veru sekur er að sækja þetta burðardýr og taka á móti efnum, en ég fæ þungan dóm og eigandi efnanna og eða þú veist, gaurinn sem að skipulagi máli að sko lögreglu. Já, ég tók eftir því að þú ert með nánast jafn þungan dóm og sá sem að lögreglan fullir þér að sé aðal skipuleggjandi og eigandi efnanna og þannig að þú ert þarna bara eins og þú sért bara höfuðpaur með þessu jafn þungan dóm næstum því og höfuðpaur málsins. Já, og í öllu þessu sólheima jökulsmáli sem að lögreglan kaus að kalla það, þá ég með næst þyngsta dóminn. En ég fæ 3 ár fyrir skipulagða brotastarfsemi og það sem þeir eru að gera, sko, það eru teknar einhverja geymslur með einhverju fíkniefnum. Ég man ekki hvernig það var, sko, september, minnum við 2023, það voru teknar einhverja geymslur með 3 kílóum af einhverju fíkniefnum hjá einhverju fólki sem ég þekki ekki neitt, skilurðu. Og þessi 3 kíló er að deilast sko einhvern veginn á, ég man ekki eins og hvað voru mörg í þessu sólheima jökulsmáli, en ég er að taka þess að skellin á þessum 3 kílóum sem voru tekin það leyti sem ég í meðferð. Þessi fyrsti ákæruliður sem skipuleg brotastarf sem vera gjörsamlega galinn. Þú veist, ég veit ekki eins og hvaða glæpi ég átt að fremja, hvenær ég framdann, hvaða hafnaði ég hafði af honum, með hverjum, hvaða efni voru sko til umræðu eða neitt, skilur. Ég veit. Það er einmitt sko við samfélagið, við viljum auðvitað að það séu einhver viðurlög við lögbrotum en við viljum ekki að menn séu að fá dóma fyrir eitthvað sem þeir hafi ekki gert, þú veist, og sitja í raun saklausir af því sem þeir eru dæmdir fyrir. Þetta er rétta kerfi og þetta í raun og veru bara ekkert réttlátt, skilur, og sko þungin sem þeir eru að setja á þessi fíkniefnamál. Þú veist, mér var haldið þarna í einangrun og svo ég bara búinn að vera í fangelsi síðan þennan daginn og ég var að spyrja sko lögfræðingi minn af hverju ég mætti ekki koma út bara og bíða eftir afplánun, sko. Þú veist, ef ég hefði fengið 2 ár þá hefði ég getað stoppið með samfélagsþjónustu. Þá vildi hann meina sko út af hvað heitir þetta? Réttindavitund almennings, skilur við. Já, réttarvitund almennings, já. Já, réttarvitund almennings. Henni er þið misboðið ef að þér er þið sleppt. Já. Svo almenning sé ekki misboðið ef ég labba götunar, skilur við, og er að bíða eftir afplánun og þá spyr ég hversu margir bara nauðgarðar, ofbeldismenn og barnanýðingar er að bíða eftir afplánun núna. Nákvæmlega. Það er alveg slatti, sko, hvað er réttarvitund almennings. En þetta er eitt og augljóslega, eða þú veist, ég allavega bara af lestur dómsins að þá finnst mér vera svona mjög langt seilst að dæma þig fyrir skipulagða glæpastarfsemi. En síðan til að bæta gráu ofan í svart, að þá ertu núna með aðra ákæru á þér sem er líka mjög þungt því að þú ert ákærður fyrir tilraun til manndráps, þar sem að lágmarksrefsing er einmitt 5 ár. Segðu okkar aðeins frá þessu máli. Það er eiginlega miklu meira galið heldur en þessi skipulagða brotastarfsemi. Og þetta sko ástæðan líka fyrir því að ég sé að koma í þetta viðtali. Ég ætlaði ekkert að tjá mig opinberlega þetta, en það er búið að draga nafnið mitt í fjölmiðla. Það sem að ákæran er birt, skilur við, og ég er sagður hafa tekið mann og kyrt hann í 7 mínútur og ég hafa ekki látið af verknaðinum fyrir en lögreglan kom á svæðið og losaði mannin úr takinu hjá mér. Þessi unga stelpa sem var nákomið mér, sko, viðurkenni fyrir okkur að þessi maður hafi brotið á henni kynferðislega eftir að hún settist í bílinn til hans. Þess vegna var hún grátandi og leið og við ætlum að hringja í lögguna, þá veitist hann að vinkonu minni byrjar að kýla í hana sem verður til þess að brjótast út slagsmál hana. Hann tekur upp þykka kylfu sem er bara næstu því á starfi litla hafnaboltakylfu og hann neglir mig eins fast og hann getur í ennið hérna. Á þér? Já, það stoppbólnar og kemur skurður og fyrir einhverja milli þá rótast ég ekki og ég næ þessum manni niður og ég næ honum hana í hálstak, vinkonu mín nær á honum spýtunni og ég öskra á vinkonu mína leið og ég næ honum í hálstaki að hringja lögguna strax, sem hún gerir og biður lögreglu og sjúkrabíl.
sjúkrabílinn af því að hann var búinn að negla mig að öllu afli í ennið með kylfunni og hann var búinn að negla vinkonum mína út allan líkamann. Og ástæðan fyrir því að þeir vita að þetta séu 7 mínútur þar sem ég held manninum að fyrst það tekur lögreglumann 7 mínútur frá fyrsta neyðarlínu símtali sem kemur frá okkur, þá tekur lögreglumann 7 mínútur að koma á svæðið, skilur við. Já, ég skil, ok. Og þannig áætlað að þú hefði verið með hann í kyrkingatæki í 7 mínútur? Já. Já, ég skil. Hann með meðvitund allan tíman og ég öskra aftur á vinkonum mína, hringi lögguna að því að ég honum alveg búinn á því í höndunum að halda honum að því að hann var að brjótast eins mikið og hann gat, að því að hann vildi vera farinn áður en að löggan kom. Ég veit ekki alveg hvað þeim gengur til, sko, að því að þeir ljúga í þessari ákæru og segja það að lögreglan hafi þurft að losa manninn úr takinu hjá mér. Þeir ljúga meira að segja í skýrslunum, man ekki alveg hvaða lögreglumaður það sem skrifar þessa skýrslu. Það segir hérna, Haukur var tregur til að sleppa aðilanum þar sem hann sagðist vera að berjast skilur við, og það bara... Það er bara kategóri rangt af því að bókmyndavélarnar sýna annað. Já. Það er magnað. Þetta er sturlun og ég ætlaði ekkert einu svona að segja fjölskyldunum minni frá þessu eða neitt, ég ætlaði bara að taka, díla við þetta í dómnum, skilur við. Þar til að ég sé þetta komið í blöðin og ekki bara það heldur ég nafngreindur með fullu nafni og farið með rangt mál þar sem að segir að ég hafi verið að kirkjan þarna í 7 mínútur þar til að lögreglan kom og bjargaði manninum frá mér. Þetta er svo ógeðslega fokkin ósanngjarnt og ómannlegt finnst mér af saksóknarnum, Karlinga, að ég bara mér býður við þessu. Og maðurinn sko líka það að hann hafi verið dæmdur daginn. Hann var dæmdur í 10 mánaða fangelsi fyrir þetta kynferðisafbrot, þetta kvöld. Hann þarf ekki einu svona að koma inn í fangelsi, hann getur tekið þetta út í samfélagsþjónustu og hann var dæmt að greiða fórnarlambinu 500.000. Karlingi að fara fram á það að ég greiði þessum manni 3 milljónir. Já, hérna. Þannig hann kemur út úr þessu kvöldi og kemur hann 2,5 milljónir í plús. Þannig að ef ég fæ að draga þetta mál saman aftur þá það í raun, þú færð neyðarkall frá stúlku sem að þér tengt og hringir í þig og bara grátandi með brotamann við hliðina á sér. Þú kemur að sinna þessu neyðarkalli og hringir á lögreglu eða hótar að hringja á lögreglu, útbrjótast átök, þú heldur manninum, þú biður að sér hringta aftur á lögreglu, lögreglan kemur loksins, það sést á búkmyndavél að þú heldur honum ekki eða þú ert búin að sleppa tækinu og lögreglan kemur. Nú maðurinn síðar dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn þessari stúlku en þér allt í einu gert það að þú hafir ætlað að drepa mannin, ert ákærður fyrir tilraun til manndráps og lögreglan fullir þér þvert gegn sönnunargögnum að þú hafi verið tregur til að sleppa manninum og þeir hafi þurft að slíta hann úr kyrkingatækinu. Og af hverju í fokkanum, sorry, ég verður heitt í hans. Já, ég skil það vel. Af hverju sleppaði mér daginn eftir ef ég er svona rosalega hættulegur og ég hafði ætlað að svipta mann lífinu þetta kvöld, af hverju mér sleppt daginn eftir og ég lappa frjáls í heilt ár. Já, einmitt.